Útskriftarnemendur, góðir gestir. Ég heiti Jón B. Stefánsson og er skólameistari Tækniskólans. Ég vil byrja á því að biðja fólk að slökkva á símónum, meðan við munum eftir því. Og ég vil fyrir hönd skólans bjóða ykkur öll velkomin á þessa brautskráningu Tækniskólans sem nú er haldin í lok voranar 2017. Ég vil byrja á því að þakka Guðnýju Charlottu Harðardóttur fyrir fallegan píanóleik í aðdraganda athafnarinnar, en Guðný er nemandi við skólann og útskrifast í dag úr fornámi hönnunar- og nýsköpunarbrautar Tæknimenntaskólans. Ég óska ykkur til hamingju með daginn og þann áfanga sem þið ljúki hér í dag og við þökkum samfylgdina undanfarin ár. Ég vil hér í upphafi athafnar minnast þeirra sem látist hafa á starfsárinu og tengst skólanum og starfsemi hans með einhverjum hætti. Ég vil biðja gesti að rísa á fætur og votta henni látnu virðingu. Takk fyrir. Framundan er heilmikil dagskrá og því rétt að nýta tímann vel, enda er dagurinn ykkar og ég vona að þið fáið notið hans sem best. Ég vil biðja Þór Pálsson, aðstoðarskólameistara Tækniskólans, að koma hér upp og taka við stjórn þessarar brautskráningar athafnar á vorun 2017. Þór, gjörðu svo vel. Útskriftarnemendur, starfsmenn Tækniskólans, góðir gestir. Verið öll velkomin á útskrift Tækniskólans á vorun 2017. Kæru útskriftarnemar, til hamingju með daginn og með áfangan sem þið ljúki hér í dag. En þessi áfangi er bara ein varðan á veginum sem er framundan. Við erum að útskrifa hér í dag 400 nemendur úr 9 skólum Tækniskólans af 50 brautum. Á þessu sést að mikið verk framundan og því ástæða til að halda áfram með athöfnina. Nú ágætu gestir og nemendur, við kveðjum á þessari voru nokkra starfsmann eftir mislangan en farsælan feril í skólanum. Þeir starfsmenn sem að láta af störfum og hverja til annarra verka eru Áslaug Þóra Harðardóttir, Ásthildur Kjartansdóttir, Benedikt Kristjánsson, Haukur Ragnar Hauksson, Jónas Hörður Árnason, Ólafur Jens Sigurðsson, Rannveig Hera Finnbogadóttir, Sigurður Einar Jónsson, Þórhallur H. Þórhallsson. Við gefum þeim gott klapp fyrir störfi þá á skólans. En einnig eru kennarar sem láta af störfum vegna aldurs. Þeir tilheyra svokölluðum 47 árgangi Tækniskólans sem var æðistór. En þeir eru Frímann Helgi Helgason sem kenndi rafeiningagreinar og var við stjórnun í skólanum í 44 ár. Guðmundur Páll Ásgeirsson sem var við námsráðgjöf, stjórnun og kennslu í 28 ár. Ólafur Lárusson kenndi íþróttir í 46 ár. Sigurður Örn Kristjánsson kenndi við rafeingagreinar í 39 ár. Skjöldur Vatnar Björnsson sem kenndi trésmíðagreinar í 43 ár og Sólmundur Þormar Maríusson sem kenndi trésmíðagreinar í 13 ár. En alls kendu þessir starfsmenn við skólan í 213 ár. Nú vil ég sérstaklega þakka þeim öllum fyrir frábær störf í þágu skólans á liðnum árum og óska þeim allsins besta í framtíðinni og við gefum þeim virkilega gott klapp. Ágætu gestir, útskriftin er nú í beinni útsendingu í fyrsta skipti, en útsendingin er semst á Facebook síðu skólans. En nú fer ég yfir nokkur praktísk atriði vegna útskriftarinnar, því hver skólastjóri mun útskrifa sína nemendur eftir stafrófsröð skólana og nemendahóparnir eru tilbúnir undir styrkri stjórn Ásgerðar og Ágústu og koma hér hver af öðrum þegar skólarnir eru kallaðir upp, raða sér upp hérna fyrir hliðina, koma hérna inn á sviðið og skólastjórinn afhendir síðan skírteinið hér við sitt púltið. Ljósmyndun útskriftarófs
fram strax að lokinni útskrift. Þau safnast á pallana hérna fyrir aftan og hægt að fá myndir af hópnum eða útskriftabók hjá ljósmyndara síðar. Ég vil auðvitað benda á að það gefst kjörið tækifæri til þess að taka fjölskyldumyndir eftir athöfnina hérna fyrir framan. En til hamingju með daginn. Góðir gestir, velkomin í Eldborgarsal Hörpu. Bolli Árnason, stjórnarformaður Tækniskólans, heldur nú setningaræðu. Góðir útskriftarnemar og aðrir hátíðargestir, til hamingju með daginn. Í dag fagniði áfanga í lífi ykkar með fjölskyldum og vinum og nú tekum við ný vegferð. Á tímamótum eins og þessum verða menn að vita hvert þeir vilja fara. Ef það er ekki þekkt, þá skiptir heldur ekki máli hvert er haldið. Þið þekkið ykkar leið vegna þess að þið hefur lært það í þessum skóla. Skólinn ykkar, Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, hefur útskrifað fagfólk fyrir íslenskt atvinnulíf og samfélag langan tíma og mun gera það ókomin ár. Í skólanum er unnið mikið og gott starf, knúið af dugnaði starfsfólks og nemenda. Og það er ánægjulegt að sjá og finna hversu vel hefur tekist til með Tækniskólann. Ímynd skólans er góð, stöðugt berast jákvæðar fréttir úr skólastarfinu og félagslífinu innan skólans. Þetta endurspeglast í því að aðsókn skólans hefur verið mikil og færri komist að en vilja. Skólinn okkar er leiðandi á sínu sviði og er að koma mjög vel út í samanburði við aðra framhaldsskóla. Framtíð Tækniskólans er björt. Skólinn veitir fjölbreytta verk- og tæknimenntun sem er nauðsynlegt fyrir hvert það þjóðfélag sem vill standa sig í samkeppni þjóða góð lífskjör. Tækniskólinn mun halda áfram að leggja sín lóð á vogarskólarnar í þessum efnum. Góðir útskriftarnemar, við skulum ekki gleyma þeim áhrifum sem við getum haft í hlutverkum okkar, hvort sem þau eru stór eða smá. Því þið getið haft raunveruleg áhrif á framtíðina. Við erum það sem við gerum. Edmund Burke orðaði þetta svo: enginn gerði stærri mistök en sá sem gerði ekki neitt, af því að honum fannst hann geti gert svo lítið. En nú er það ykkar að teikna framtíðina og mála lífsmyndina. Ágætur skólamaður, Vigfús H. Jörundsson, orti vísur sem lýsa þessu mjög vel. Öll eigum við vilja og í æsku færa drauma, en æviramminn gerir oft lífsmyndina nauma. En aldrei skalt þú bresta, þó blasi við þér syndin og brotni trönugrindin. Berðu lit á strigann og málaðu hæsta tindin. Í dag hefur þú náð því að mála í rammanlit, í mörgum fögrum litum, nálgast lífsins tind, og stundum hefur þú baslað svo að boga það fyrir svitin og brotið pensilslitin, en lífið er í því fólgið að finna rétta litin. Því býð ég Guð að gefa þér kraft, vilja og vit til að velja í lífsmynd þína hinn eina sanna lit. Góðir útskriftarnemar, að lokum þetta. Það er á stundu sem þessari, veit ég, að í ykkur bærist sérkennileg blanda af gleði þess sem uppsker, þakklæti þess sem að veit hvað átt hefur og eftirsjá þess sem að veit að tíminn sem liðinn er kemur ekki aftur. Og eftirvæntingu þess sem að veit að það er eitthvað óþekkt og spennandi í vændum. Og nú á þessum tímamótum þá er það ykkar að feta leiðin áfram. Farnist ykkur vel í framtíðinu og gleðilegt sumar.
Nú fáum við tónlistaratriði. Guðný Karlotta flytur fyrir okkur næturljóð eftir Chopin.
Næstur á svið er skólastjóri byggingatækniskólans, Gunnar Kjartansson. Gunnar útskrifar nemendur af 6 brautum: húsasmíði, húsgagnasmíði, pípulagnir, málaræðin, múraræðin og tækniteiknun. Kæru útskriftarnemendur, aðstandendur og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Það er 61 nemandi sem útskrifast nú og vil ég biðja þá að koma til mín hingað og veita brautskráningarskírteinum sínu viðtöku. Við byrjum á nemendum í húsasmiði og eru það nú 17 sem útskrifast. Aran Gan Panja. Árni Ágúst Magnússon. Bragi Mikaelsson. Darri Hilmarsson. Eggert Þór Steinþórsson. Gretar Freyr Gretarsson. Heimir Orri Magnússon. Heimir Óli Heimisson. Hjálmar Guðmundsson. Hjörleifur Sumarliðason. Indiana Auðunsdóttir. Ingólfur Jón Ágúst Óskarsson. Kári Gunnarsson. Sóley Rut Jóhannsdóttir. Stefán Björn Björnsson. Og Þórður Sturluson. Og næst er það húsgagnasmíði og það eru 8 sem útskrifast þar og mættir eru Arnar Már Hall Guðmundsson. Dagrún Drótt Valgarðsdóttir. Egill Orri Friðriksson. Róbert Lundal Gunnarsson. Selma Margrét Arnardóttir. Tinna Rut Albertsdóttir. Og Þorsteinn Már Jónsson. Það var það málarar og það eru 9 sem útskrifast og mættir eru Gústaf Bjarnason,
Haraldur Jón Jóhannesson. Haraldur Örn Harðarsson. Jóhann Már Smárásson. Kolbrún Arna Jónsdóttir. Níels Brimar Jónsson. Og þá er það múraraiðn, 11 sem útskrifast, nóg að gera. Mættir eru Pétur Jónsson. Sigurbjörn Finnur Magnússon. Steingrímur Birgisson. Og Sævar Tryggvason. Og það var að pípulagnir og það eru 9 sem útskrifast. Mættir eru Elías Fannar Stefnisson. Það var Elmar Freyr Gretarsson. Og það var Jakob Fannar Magnússon. Jón Ingi Jónsson. Kristján Már Sæþórsson. Og Orri Karl Karlsson. Og það var að tæknitæknin og það eru 7 sem útskrifast. Mættir eru Daði Rúnarsson. Erla Arnardóttir. Helena Mikaelsdóttir. Herdís Gunnlaugsdóttir. Katrín Dögg Axelsdóttir. Og síðastur, langt frá því að vera sístur, hann Ólafur Alexander Ólafsson. Og fyrir hönd kennara byggingartækniskólans þá óska ég ykkur öllum til hamingju með daginn, þakka samveru liðinu Anna og óska ykkur velfarnar í mikilvægum störfum ykkar og þið megið setja upp búina núna.
Næstur á svið er skólastjóri flugskólans, Baldvin Birgisson. Baldvin útskrifar nemendur af atvinnuflugmannsbraut. Skólameistarar, kennarar, góði nemendur, til hamingju með daginn. Í dag útskrifast Flugskóli Íslands 58 nemendur á atvinnuflugmannsnámi og það verður aldrei verið jafn margir. Ekki veitir af, vöxtur ferðaþjónustunnar kallar á flugmenn sem aldrei fyrr og störfin bíð ykkar. Ekki eftir neina að bíða. Andrea Thorsen. Svo lítum við að lausnum með einhverju. Þannig ekki. Andri Hrafn Ármannsson. Lítum við lausnum. Þannig ekki. Arney Rún Jóhannesdóttir. Og lítum við ljósmyndarann. Þannig ekki. Aron Hansen. Og lítur á ljósmyndina. Þannig ekki. Aron Snær Bjarkason. Atli Rúnar Jóhannesson. Ástrós Kristjánsdóttir. Birna Borg Gunnarsdóttir. Og lítum ljósmyndana. Brynja Dögg Bjarnadóttir. Dagbjört Rós Helgadóttir. Dagrún Dögg Jónsdóttir. Daniel Pétur Börgers Finnsson. Daniel Örn Steinarsson. Einar Már Þórisson. Eyþór Ingarsson. Freysteinn Jóhannsson. Fríða Arnardóttir. Afi hennar kenndi mér að fljúga. Gísli Björgvin Gíslason. Gunnar Breki Guðjónsson. Gylfi Bergmar Gylfason. Hallgrímur Júlíusson. Hervar Hlídal Þorvaldsson. Hlynur Þór Gunnarsson. Hulda Mattisdóttir. Jakob Fannar Hansen. Jakob Gísli Þórhallsson. Jón Björgvin Jónsson. Kristinn Jón Baldursson. Kristján Þór Björnsson. Leo Freyr Halldórsson. Magnús Guðjón Lárusson. Magnús Hjaltalín Ingarsson. Ég fyrir líka með afa hans, Marino Marinoson.
Hamingju með daginn. Oddur Óli Jónasson. Hamingju með daginn. Óskar Óskarsson. Hamingju með daginn. Sigrún Birta Kristinsdóttir. Hamingju með daginn. Sigurður Ágúst Hreiðarsson. Hamingju með daginn. Sigurður Ingi Jónsson. Hamingju með daginn. Það er aldrei of seint að hefja flugnám. Sigurður Örn Þorsteinsson. Skarphéðinn Snorrason. Snorri Páll Sveinsson. Snædís Erla Leósdóttir. Sólon Guðmundsson. Steinar Andri Einarsson. Tómas Tjörfi Ómarsson. Valur Magnússon. Þorvaldur Lúðvík Sigurðarsson. Þór Jónsson. Þórður Ásgeirsson. Ævar Höskuldsson. Örn Freyr Jóhansson. Við þennan stóra hóp vil ég segja til hamingju með daginn og nú hlakkum við til að þau klári verklega námið sitt í sumar. Við sem störfum í fluginu, okkur vantar fleiri flugmenn og ég hlakka til að fá að fljúga með sem flestu þessu góða fólki. Til hamingju með daginn.
Næst á svið er skólastjóri Handverksskólans, Ragnheiður Bjarnadóttir. Ragnheiður útskrifar nemendur af 5 brautum: gull- og silfursmíði, hársnyrtibraut, fatatækni, kjólasaum og klæðskurði. Aðrir gestir, til hamingju með daginn. Við í Handverksskólanum erum sérlega stolt af þessum frábæru fagmönnum sem við útskrifum hér í dag. Ég vil biðja ykkur að koma hér til mín og veita brautskráningarskírteinum ykkar viðtöku með mínum bestu óskum út í lífið. Fyrst eru það nemendur sem útskrifast úr gull- og silfursmíði. Mættir eru Haraldur Hrafn Guðmundsson, og Rakel Mist Hauksdóttir. Þá eru það nemendur sem útskrifast úr hársnyrtiiðn: Eva Rut Ellertsdóttir, Hjálmar Gauti Jónsson, Olga Sepeta, Svanhildur Birkisdóttir, Thelma Rut Tulinius, Tinna Rut Þórarinsdóttir, og Viktoría Venus Valdimarsdóttir, og Þorgerður Benediktsdóttir. Þá er það fatatæknir sem er grunnur fyrir sérgreinar fataiðna, auk þess sem námið er góður undirbúningur fyrir til dæmis fatahönnunarnám. Og það er hún Erna Ósk Ingvarsdóttir. Næst eru það nemendur sem ljúka námi á fataiðnbraut og hér koma þeir sem útskrifast með kjólasaum að sérgrein: Elín Árnadóttir, Ester Sigurðardóttir, Eva Rún Jóhannesdóttir, Inga Dóra Magnúsdóttir, Steinunn Helgadóttir, Þóra Lilja Kristjánsdóttir, Dagný Ósk Árnadóttir í klæðskurði, Guðríður Hafsteinsdóttir, klæðskurður, og Jóhanna M. Sóeka Sigurðardóttir, líka í klæðskurði, og að lokum Steinunn Tryggvadóttir, líka í klæðskurði. Fyrir hönd okkar í Handverksskólanum óska ég ykkur öllum til hamingju með árangurinn
og þakka góða og gefandi samveru. Njótið lífsins, þið megið setja upp húfurnar. Næstur á svið er skólastjóri Raftækniskólans, Valdimar Gísli Valdimarsson. Valdimar útskrifar nemendur af 3 brautum: rafeindavirkjun, rafvirkjun og kvikmyndatækni. Ágætu nemendur, aðstandendur, til hamingju með daginn. Við erum að útskrifa hérna nemendur úr rafvirkjun, rafeindavirkjun og kvikmyndatækni í fyrsta skipti. Ég ætla að byrja á rafvirkjunum og bið Arnar Inga Þórisson að koma upp. Svo er það brosið kamerun. Benedikt Máni Finnsson. Egill Eiríksson. Emil Sigurbjörnsson. Eygló Rut Sveinsdóttir. Guðmundur Bjarni Hannesson. Hrafn Hrafnsson. Indriði Björn Þórðarsson. Jökull Örn Jónsson. Margrét Halldór Arnarsdóttir. Skúli Freyr Ólafsson. Þorbjörn Guðmundsson. Þórdís Rún Káradóttir. Þá er komið að rafeindavirkjun og þar fyrstur í röðinni er Ingi Freyr Stefánsson.
Jónatan Gíslason, Kolbeinn Soffíusson, og þá eru það nemendur í kvikmyndatækni. Þetta er í fyrsta skipti sem við útskrifum. Það eru 7 sem kláruðu þessu sinni. Þeir voru með flotta lokasýningu hér fyrir nokkrum dögum síðan og mig grunar að Hollywood hafi náð í allavega nokkra þeirra. Allavega er ekki nema 2 sem komust. Ég ætla að byrja þá á Kristján Þór Ingvarsinni. Sigurþór Andri Sigurðsson. Og ég vil óska þessum hópi innilega til hamingju með þennan áfanga og öllum ættingjum og óska þeim góðs gengis út í lífið. Þakka fyrir. Þá er það bara húfurnar. Næstur á svið er skólastjóri Skipstjórnarskólans og Véltækniskólans, Jón Hjalti Ásmundsson. Jón Hjalti útskrifar nemendur af 5 brautum: skipstjórn, vélstjórn, vélvirkjun, stálsmíði og rennismíði. Já, komið sæl, kæru útskriftarnemar, til hamingju með daginn. Við byrjum á Véltækniskólanum. Það eru 29 nemendur sem útskrifast með burtfarar og stúdentspróf í vélfræði og nemendur sem lokið hafa námi til lægri réttindastega í vélstjórn. Og þessum nemendum færir Vélaverslunin Fossberg þeim rennimál að gjöf leið. Agnar Daði Kristinsson. Árni Guðnason. Björgúlfur Kristinn Bóasson. Brynjar Pétursson. Búi Þór Birgisson. Dagur Torfason. Elvar Arason. Fannar Freyr Þorbergsson. Gísli Guðmundur Kristjánsson.
Guðmundur Valgeir Hafsteinsson. Gunnlaugur Örn Guðjónsson. Hafsteinn Hrannar Stefánsson. Haukur Albertsson. Ingólfur Árnason. Jóhann Sindri Sveinsson. Karl Óskar Hólmgeirsson. Matthías Páll Harðarson. Patrik Snær Bjarnason. Pálmi Gunnlaugsson. Rúnar Þór Gestsson. Sindri Bjarnar Davíðsson. Snorri Magnús Ellefsen. Stefán Grétar Hallgrímsson. Tinna Magnúsdóttir. Og Viktor Ingi Gíslason. Og þá eru það 5 nemendur af málm- og véltæknibrautum. Það eru vélvirkjar, Kristinn Már Hlynsson. Og Steingrímur Snær Ólafsson. Og þá er það stálsmíðin, Finnur Ingi Harrísson. Og Lúkas Jan Kjelka. Og loks er það rennismíðabraut, Páll Jóhannesson. Nú fyrir hönd nemenda kennara í skólanum þá óska ég ykkur til hamingju með daginn. Eigum við ekki að taka mynd á þessum skóla? Já, ekki. En þið megið setja búðuna náttúrulega, gjörðu svo vel.
Þá eru það nemendur í skipstjórnarskólanum. Það eru nemendur með burtfarar- og stúdentspróf í skipstjórn og nemendur sem lokið hafa námi til lægri réttindastega í skipstjórn. Og það er Arnar Freyr Birgisson. Aron Holm Söbek Haldursson. Bjarki Þór Sævarsson. Einar Sveinn Vestlund. Guðmundur Pétur Halldórsson. Gunnar Örn Marteinsson. Það er Ragnar Eli Guðmundsson. Samúel Örn Pétursson. Sindri Kristjánsson. Unnar Már Hjaltason. Þorgils Arnar Þórarinsson. Og Þórður Sturluson. Ég óska ykkur til hamingju með þetta fyrir hönd kennara skólans og óska ykkur velfarnaðar framtíðinni. Gjörið svo vel að setja í púðurnar. Næst á svið er skólastjóri upplýsingatækniskólans, Guðrún Randalín Lárusdóttir. Guðrún útskrifar nemendur af 5 brautum: bókband, grafísk miðlun, ljósmyndun, prentun og tölvubraut. Kæru útskriftarnemar og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Í dag útskrifast 53 nemendur úr upplýsingatækniskólanum. Úr grafískri miðlun útskrifast 14 nemendur og mættir eru Alexander Ívar Birgisson, Elín Rós Einarsdóttir, Embla Rún Gunnarsdóttir, Emil Hreiðar Björnsson,
Soffía Sigvaldadóttir. Gunnar Björnsson. Hugrún Rúnarsdóttir. Júlía Baldvinsdóttir. Lovísa Ýr Guðmundsdóttir. Rebekka Sif Melsteð Samúelsdóttir. Sigurður Þór Friðþórsson. Símon Norðfjörð Viðarsson. Þórir Helgi Hallgrímsson. Úr ljósmyndun útskrifast 7 nemendur og mættir eru Elsa Katrín Ólafsdóttir, Jóhann Smári Karlsson, Lilja Lalíla Ingudóttir, Rán Bjargardóttir, Víðir Björnsson, og Þóra Ólafsdóttir. Og svo koma nemendur af tölvubraut sem eru ýmist að útskrifast sem stúdentar eða með burtfrápróf af tölvubraut. Þeir eru 30 og mættir eru Adam Elí Davíðsson, Alexander Freyr Lúðvíksson, Andri Lórensson, Arnar Freyr Kristinsson, Bernhard Linn Hilmarsson, Bjartur Freyr Guðjónsson, Brynjar Örn Bess Ríkharðsson, Daniel Marino Thorarensen, Einar Arnar Magnússon, Emil Newell, Haukur Ægir Jóhannesson, Inga Kristín Kristjánsdóttir, Ingi Þór Aðalsteinsson,
Jón Sveinbjörn Óskarsson, Jökull Snær Gylfason, Kjartan Gunnar Guðvarðarson, Kristófer Orri Guðmundsson, Margeir Trausti Frímannsson, Matthías Fjólna, Maxim Rudkoff, Máni Karl Guðmundsson, Mikaelías Þórsson, Oddur Smári Davíðsson, Óðinn Eyjólfsson, Páll Grétar Jónsson, Páll Guðbrandsson, Remigius Ganiak, Sigurður Davíð Þór Guðmundsson, og að lokum Sigurður Galdur Loftsson. Ég og kennarar Upplýsingatækniskólans óskum ykkur hjartanlega til hamingju með árangurinn og munið að framtíðin er ykkar. Og þið megið setja upp húfurnar.
Kolbrún Kolbeinsdóttir, skólastjóri Tæknimenntaskólans, er næst á svið. Kolbrún útskrifar nemendur af 7 brautum. Náttúrufræðibraut flugtækni, náttúrufræðibraut raftækni, stúdentspróf af list- og starfsnámsbraut, hönnunarbraut, hönnunar- og nýsköpunarbraut, starfsnámsbraut og starfsbraut í sérnámi. Útskriftarnemar, kennarar og starfsfólk Tækniskólans og gestir. Ánægjulegasti dagur annarinnar er útskriftardagurinn. Það er þessi dagur og það er gleðilegt og þakkarvert að sjá nemendur ná markmiðum sínum. Og það er komið að útskriftinni eftir brautum og ég byrja á náttúrufræðibraut flugtækni. Kjartan Bragi Ágústsson. Nevnias Karalasingam. Og næsta braut er náttúrufræðibraut raftækni og það er Helgi Helgason. Og Kjartan Vignisson. Þá er komið að stúdentsprófi af starfs- og listnámsbraut og fyrst í röðinni þar er Blanka Lísetta Winther. Bryndís Viðarsdóttir. Dagný Ósk Árnadóttir. Daniel Kantorowicz. Erla Arnardóttir. Guðlaugur Karl Karlsson. Gústaf Bjarnason. Oliver Aron Kristjánsson. Ólafur Andri Magnússon. Stefán Ari Björnsson. Og þá er komið að næstu braut og það er hönnunarbraut og sumir eru líka að ljúka stúdentinum leið og hönnunarbrautinni sinni. Og fyrst í röðinni er Ása Þórdís Ásgeirsdóttir. Hafdís Rán Reynisdóttir. Hafþór Jón Sigurðsson. Katrín Eir Kjartansdóttir. Kolbeinn Valur Víðisson. Lilja Kristín Svavarsdóttir.
María Lind Baldursdóttir. Njáll Þrastarsson. Þorkell Ólafsson. Þóra Katrín Gunnarsdóttir. Næst það hönnunar- og nýsköpunarbraut sem ný braut hjá okkur og við erum að útskrifa í fyrsta sinn. Það ársfornám fyrir nemendur sem eru þegar komnir með stúdentspróf og eru búnir að undirbúa sig sérstaklega fyrir háskólanám í hönnun og tækni. Og þar fyrst Aþena Aradóttir. Flores Axel Böðvarsson Terry. Og sjálfur píanóleikarinn okkar, Guðný Charlotta Harðardóttir. Helga Valdís Sigurðardóttir. Kristrún Brynja Þorsteinsdóttir. Margrét Lúðvíksdóttir. Nína Guðrún Gunnlaugsdóttir. Silvía Sif Ólafsdóttir. Sól Elíasdóttir. Silvía Dröfn Jónsdóttir. Vera Einarsdóttir. Næst það starfsbraut málmiðna, Helgi Snær Ólafsson. Ingi Þór Ómarsson. Jens Berg Guðmundsson. Og síðastur en ekki sístur í dag nemandi sem útskrifast af starfsbraut sérnáms, Stefán Magnússon. Ég óska nemendum til hamingju með áfangann og treysti því að þau leggi sig fram að sinna köllun sinni í framtíðinni, í námi, atvinnu eða hverju sem þau taka sér fyrir hendur í lífinu og upp með húfurnar.
Næst á svið er skólastjóri Tækniakademíunnar. Næst á svið er skólastjóri Tækniakademíunnar, Ragnhildur Guðjónsdóttir. Tækniakademían samanstendur af meistaraskólanum, margmiðlunarskólanum og vefskólanum. Námið í Tækniakademíunni er á fagháskólastigi. Kæru nemendur og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Við ætlum að byrja í dag á meistaraskólanum, en þar útskrifast í dag 50 nemendur af 15 mismunandi brautum. Og fyrstur er þar Arnar Páll Gunnlaugsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Og svo mynd. Þetta með það? Já, vel. Og þá er það Arnór Diego Hjálmarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Og Ásgeir Hrafnkelsson, iðnmeistari í pípulögnum. Og Birgir Örn Birgisson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Og þá er það Birkir Fannar Bragason, iðnmeistari í húsasmíði. Og Björgvin P. Hallgrímsson, iðnmeistari í málareiðin. Bragi Páll Sigurðsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Daniel Merlin Taroni, iðnmeistari í pípulögnum. Einar Bjarki Hróbjartsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Elma Bjarney Guðmundsdóttir, iðnmeistari í kjólasaum. Erla Björg Arnardóttir, iðnmeistari í skrúðgarðyrkju. Eva Kristín Hjartardóttir, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Finnur Bárðarsson, iðnmeistari í pípulögnum. Guðni Einarsson, iðnmeistari í rafeindavirkjun. Gunnar Örnólfur Reynisson, iðnmeistari í vélvirkjun. Halldór Karl Ólafsson, iðnmeistari í pípulögnum. Helgi Marino Þórðarsson, iðnmeistari í vélvirkjun. Ekki mættur. Hilmar Benediktsson, iðnmeistari í húsasmíði. Hjörtur Erlendsson, iðnmeistari í bifreiðasmíði. Hrólfur Ingi S. Eggertsson, iðnmeistari í málareiðin. Nei, þú ert of fljótur. Ingunn Anna Jónsdóttir, iðnmeistari í múrareiðin. Ingvar Guðmundsson, iðnmeistari í húsasmíði. Jóhann Már Smárason, iðnmeistari í húsasmíði. Jóhannes William Gretason, iðnmeistari í pípulögnum.
Kristinn Harðarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Lóa Katrín Bjering, iðnmeistari í málareiðum. Melkorka Gunnarsdóttir, iðnmeistari í snyrtifræði. Ólafur Björn Stefánsson, iðnmeistari í pípulögnum. Pétur Arnar Einarsson, iðnmeistari í flugvirkjun. Hann hefur ekki náð að koma. Pétur Gauti Hreinsson, iðnmeistari í pípulögnum. Sigurður Kristján Blómsterberg, iðnmeistari í rafeindavirkjun. Sigurður Stefánsson, iðnmeistari í húsasmíði. Símon Jóhann Benediktsson, iðnmeistari í húsasmíði. Svavar Abraham Jónsson, iðnmeistari í bifreiðasmíði. Una Rúnarsdóttir, iðnmeistari í hársnyrtiðin. Nei, hún er ekki hér. Þorsteinn Tandri Helgason, iðnmeistari í múrræðin. Það sem er líka hálfur vast. Og Þór Traustason, iðnmeistari í stálsmíði. Og þá óska ég ykkur til hamingju og við fáum mynd af iðnmeistarunum hérna. Og við höldum áfram. Jæja, þá er komið að Markmiðlunarskólanum en í dag útskrifast 19 nemendur úr Markmiðlunarskólanum og þar er fyrst Andrea Guðrún Hringsdóttir. Andri Björn Birgisson. Andri Þór Valdes. Arnór Ingi Kárason. Árni Freyr Haraldsson. Katla Mist Brynjarsdóttir. Katrín Inga Frans. Katrín Inga Gylfadóttir.
Lilja Sif Engilbertsdóttir. Og Svetlana Álfheiður Maliutina. Og það var ekki fleiri mættir þar og þá fáum við mynd af þeim. Til hamingju. Og að lokum komið að vefskólanum, en það nýtt nám hjá okkur í Tækniskólanum og þetta fyrstu nemendurnir sem við erum að útskrifa úr þessu námi. Og þar fyrstur Arnór Aðalsteinn Ragnarsson. Og þá það Aron Lloyd Green. Og Áslaugur Rán Einarsdóttir. Og Birna Bryndís Þorkelsdóttir. Og Eyþór Konráðsson. Herdís Helga Helgadóttir. Hermann Hafsteinsson. Jón Tryggvi Unnarsson. Katrín Dúa Sigurðardóttir. Pálmi Már Heiðberg. Sigurður Sindri Magnússon. Valdís Svanhildur Erlendsdóttir. Og Þórdís Erla Sóega. Og þá fyrir hönd Tækniakademíunnar óska ég öllu þessu fólki innilega til hamingju með daginn og óska þeim velfarnaðar í framtíðinni og þá bara síðasta myndatakan eftir.
Þá er komið að verðlaunaafhendingu. Þór Pálsson, aðstoðarskólameistari Tækniskólans, stýrir athöfn. Ágætu gestir, næst verða afhentar viðurkenningar og verðlaun af ýmsum toga og vil ég biðja nemendur sem verða lesnir upp að koma á sviðið og stilla sér upp og verða verðlaun viðurkenningar síðan afhent þegar allir hafa stillt sér upp. Sem eftir leið og nafni kemur, labba á stað og koma hérna upp á sviðið og safnast bara hérna fyrir aftan mig. Skólastjóri hvers skóla mun síðan veita viðurkenningar til sinna nemenda. Allir tilbúinir. Tinna Rut Albertsdóttir. Þegar allir eru komnir. Elías Fannar Stefnisson. Daði Rúnarsson. Andri Már Einarsson. Engir hreyfing. Koma. Kolbrún Arna Jónsdóttir. Indíana Auðunsdóttir. Daniel Örn Steinarsson, Steinar Andri Einarsson, Snædís Erla Leósdóttir, Sigurður Ingi Jónsson, Viktoría Venus Valdimarsdóttir, Eva Rut Ellersdóttir, Eva Rún Jóhannsdóttir, Jóhannesdóttir, Haraldur Hrafn Guðmundsson, Jóhanna M. Sóeka Sigurðardóttir, Benedikt Máni Finnsson, Kolbeinn Sofíusson, Daði Freyr Ragnarsson, Jónatan Gíslason, Kristján Þór Ingvarsson, Anna Háfi Arnardóttir, Benedikt Máni Finnsson, aftur, Elín Rós Einarsdóttir, Hugrún Rúnarsdóttir, Arnar Freyr Kristinsson, Bernhard Linn Hilmarsson, Óðinn Eyjólfsson, Rán Bjargardóttir, Arnar Freyr Birkisson, Ragnar Elí Guðmundsson, Guðmundur Pétur Halldórsson, Matthías Páll Harðarsson, Finnur Ingi Harrísson, Kristrún Brynja Þorsteinsdóttir, Óðinn Eyjólfsson, Bryndís Viðarsdóttir, Ingi Þór Ómarsson, Blanka Lísetta Winter, Hafþór Jón Sigurðsson, Guðni Einarsson, Katla Miss Brynjarsdóttir, Árni Freyr Haraldsson, Katrín Inga Frans, Birna Bryndís Þorkelsdóttir, Katrín Dúa Sigurðardóttir, Jón Tryggvi Unnarsson. Björgúlfur Kristinn Bóasson og Elín Rós og Benedikt eiga að vera komin. Allir komnir? Þétta hópinn. Við byrjum að veita viðurkenningar á Byggingartækniskólanum, Gunnar Kjartansson. Tilbúin? Gott. Byggingartækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í húsgagnasmíði og það er Tinna Rut Albertsdóttir. Byggingartækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í pípulögnum og það er Elías Fannar Stefnisson. Byggingartækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í tækniteiknun og það er Daði Rúnarsson. Byggingartækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í múrarinn, það er Andri Már Einarsson. Ekki á svæðinu.
Byggingartækniskóli veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í málaræðin og það er Kolbrún Arna Jónsdóttir. Finnur Ó. Thorlacius veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í faggreinum húsasmíði og það er Indíana Auðunsdóttir. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan heildarárangur í skólanum og það er Kolbrún Arna Jónsdóttir. Og þá er Flugskóli Íslands, Baldvin Birgisson. Já, mér var bent á að þeir sem eru búnir að fá viðurkenningar, semst eftir að hver skóli er búinn, fari síðan upp á sviðið til við getum klári í myndatöku. Tvö fyrirtæki gefa viðurkenningu eða veita viðurkenningu fyrir heildarárangur í atvinnuflugmannsnámi og það er Atlanta og Flugfélag Íslands. Og þau sem að fá þær viðurkenningar er Daníel Örn Steinarsson, Steinar Andri Einarsson og Snædís Erla Leósdóttir. Þess má geta að til að skera úr röðun þurfti að fara í 2 aukastafi. 6 nemendur skólans voru með 9,7 í heildarengun og fá þau því öll sömul flugtíma í þotuflughermi skólans. Og fyrir utan þessi 3 sem þegar búin að lesa upp er Kristján Þór Björnsson, Sólon Guðmundsson og Tómas Tjörfi Ómarsson sem hljóta þessi viðurkenningu líka. Nemandi ársins í flugskólanum fær ferð hjá Norland Air og hann heitir Sigurður Ingi Jónsson. Nú 4 fyrirtæki veita viðurkenningu fyrir bestan heildarárangur í atvinnuflugmannsnámi og það er Iceland Air, WOW Air, Norland Air og Air Atlanta. Og það er Daníel Örn Steinarsson sem hlýtur þau. Ég er búinn. Já. Nú áttu bara fullt eftir að viðurkenningu. Handverksskólinn, Ragnheiður Bjarnadóttir. Ísson Heildverslun veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í faggreinum hársnyrtibraut og það er Viktoría Venus Valdimarsdóttir.
Halldór Jónsson veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í faggreinum hársnyrtubraut og það er Eva Rut Ellersdóttir. Klæðskera- og kjólameistarafélagið veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í faggreinum fataiðna og það er Eva Rún Jóhannesdóttir. Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík veitir viðurkenningu fyrir ástundun og góðan árangur í iðntekníku og það er Eva Rut Ellersdóttir. Félag íslenskra gullsmiða veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í faggreinum í gullsmíði og það er Haraldur Hrafn Guðmundsson. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan heildarárangur í skólanum og það er Jóhanna M. Sóeka Sigurðardóttir. Og Raftækniskólinn Valdimar Valdimarsson. Rafiðnaðarsambandið veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í faggreinu rafvirkja og það er Benedikt Máni Finnsson. Rafiðnaðarsambandið veitir einnig viðurkenningu fyrir góðan árangur í faggreinu rafeindavirkja og það er Kolbeinn Soffíusson. Fálkinn veitir viðurkenningu fyrir besta árangur í stýritækni rafvirkja og það er Daði Freyr Ragnarsson. Fálkinn veitir einnig viðurkenningu fyrir bestan árangur í stýritækni rafeindavirkja og það er Jónatan Gíslason. Sýrland veitir viðurkenningu fyrir bestan árangur í kvikmyndatækni og það er Kristján Þór Ingvarsson. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan heildarárangur í skólanum og það er Benedikt Máni Finnsson. Það eru upplýsingatækniskólinn Guðrún Randalín. Grafía veitir viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í grafískri miðlun og það er Elín Rós Einarsdóttir. Og félag kennara í bókaiðngreinum veitir einnig framúrskarandi árangur í grafískri miðlun og það er einnig Elín Rós Einarsdóttir. Það eru tvö fyrirtæki sem að gefa eða veita viðurkenningu fyrir bestan árangur í grafískri miðlun og það er Iðnú bókaútgáfa og Forlagið og Hugrún Rúnarsdóttir fær þau bæði. Það er einnig tvö fyrirtæki sem að veita viðurkenningu fyrir góðan árangur á tölvubraut og það er Arnar Freyr Kristinsson sem fær þau bæði.
Það eru 2 fyrirtæki sem veita viðurkenningu fyrir góðan árangur á forritun og tölvubraut. Það er Vodafone og Advania og það er Bernhard Linn Hilmarsson. Það eru 3 fyrirtæki sem veita viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur á tölvubraut. Það er Nýherji, Advania og Tölvulistin. Og það er Óðinn Eyjólfsson sem hlýtur þau. Ljósmyndarafélag Íslands veitir viðurkenningu fyrir besta árangur í ljósmyndun og það er Rán Bjarkardóttir. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan heildarárangur í skólanum og það er Elín Rós Einarsdóttir. Skipstjórnarskólinn, Jón Hjalti. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi veita viðurkenningu fyrir hæstu einkunn í siglingagreinum og það er Arnar Freyr Birkisson. Hann fær einnig farmannabikar Eimskips fyrir hæstu einkunn í skipstjórnargreinum. Verðlaunasjóður Guðmundar Kristjánssonar veitir viðurkenningu fyrir hæstu einkunn í siglingafræði og það er Ragnar Eli Guðmundsson. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan heildarárangur í skólanum og það er Guðmundur Páll Halldórsson. Pétur. Þá er það Véltækniskólinn, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi veita viðurkenningu fyrir góðan árangur í rafmagnsfræðigreinum, það er Matthías Páll Harðarson. Félag vélstjórn- og máltæknimanna veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í faggreinum vélfræðingar. Það er Matthías Páll Harðarson. Félag vélstjórn- og máltæknigreina veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í faggreinum málminna og það er Finnur Ingi Harrísson. Kælitæknifélag Íslands veitir viðurkenningu fyrir góðan árangur í kælitæknigreinum, það er Matthías Páll Harðarson. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan heildarárangur í skólanum, það er Matthías Páll Harðarson. Tæknimenntaskólinn, Kolbrún Kolbeinsdóttir. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir bestan árangur á hönnunarbraut, það er Kristrún Brynja Þorsteinsdóttir. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir bestan árangur í stærðfræði og það er Óðinn Eyjólfsson.
heyrir það ekki. Óðinn Eyjólfsson. Hann er að safna Hann er að safna vel. Samtök iðnaðarins veita viðurkenningu fyrir góðan árangur á stúdentsprófi í iðn- og starfsmenntun. Það er Bryndís Viðarsdóttir. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir bestan árangur á starfsbraut og það er Ingi Þór Ómarsson. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir bestan árangur í íslensku og það er Blanka Lísetta Vinter. Þýska sendiráðið veitir viðurkenningu fyrir bestan árangur í þýsku. Það er Bryndís Viðarsdóttir. Lýðheilsustofnun, við verðlaun Lýðheilsustofnunar er Hafþór Jón Sigurðsson. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir góðan heildarárangur í skólanum og það er Bryndís Viðarsdóttir. Tækniakademían, Ragnhildur Guðjónsdóttir. Samtök iðnaðarins veita viðurkenningu fyrir bestan árangur í meistaraskólanum og það er Guðni Einarsson. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir bestan árangur í markmiðlunarskólanum. Það er Katla Mist Brynjarsdóttir. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir frábæran árangur á lokaverkefni. Árni Freyr Haraldsson. Já, fleiri. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir frábæran árangur í lokaverkefni. Það er Katrín Inga Frans. Og Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir frábæran árangur í lokaverkefni. Katla Mist Brynjarsdóttir. Samtök vefiðnaðarins veita viðurkenningu fyrir góðan árangur í vefskólanum og það eru þau þrjú sem að hljóta það er Birna Bjarndís Þorkelsdóttir, Katrín Dúa Sigurðardóttir og Jón Tryggvi Unnarsson. Síðan eru tvö fyrirtæki sem að veita viðurkenningu fyrir bestan árangur í forritunargreinum. Það er Advania og Tækniskólinn og það er Katrín Dúa Sigurðardóttir.
Það eru 2 fyrirtæki sem að veita Santiago-verðlaun fyrir góðan námsárangur. Það er Avista og Tækniskólinn og það er Jón Tryggvi Unnarsson. Tækniskólinn veitir verðlaun fyrir bestan árangur í vefskólanum. Það er Birna Bryndís Þorkelsdóttir. Við eigum 3 verðlaun eftir, eða 6 réttara sagt. Áður en ég byrja á því þá ætla ég að fá hérna 3 upp á svið. Kristján Þór Björnsson, Sólon Guðmundsson og Tómas Tjörva Ómarsson. Albin. Og svo bara hópinn. Þá hefur við 3 verðlaun eftir og allir verðlaunarnir af þessum 3 standa náttúrulega fyrir aftan mig. Fyrstu viðurkenningu sem Tækniskólinn veitir er viðurkenning fyrir framúrskarandi störf í þágu félagsstarfsnemenda og það er Björgúlfur Kristinn Bóasson. Og hann er ekki á svæðinu. Tækniskólinn veitir viðurkenningu fyrir næst besta heildarárangur í skólanum og það er Elín Rós Einarsdóttir. Dúk skólans fær næst í restina af viðurkenningunum. Það er Tækniskólinn, Gáma-þjónustan og Samtök iðnaðarins sem að gefa viðurkenningu eða veita viðurkenningu fyrir besta heildarárangur í skólanum. Dúk skólans, Benedikt Máni Finnsson. Takk fyrir mig.
Góðir gestir, bjóðið velkomin skólameistara Tækniskólans, Jón B. Stefánsson. Þetta var svona lítið sýnishorn af því starfi sem unnið í Tækniskólanum. Við sögðum fyrir athöfnina að við ætluðum að vera 2 tíma og 20 mínútur, þannig að ég hef 4 mínútur. Ég var búinn að undirbúa klukkutíma ræðu. En, kæru útskriftarnemar, góðir gestir, nú er runnin upp sú stund sem þið hafið lengi beðið. Þið hófuð nám fyrir margt löngu, hafið við upphaf námsins tæplega getað séð fyrir endan, enda útskriftin langt undan. Brautskráningunni er lokið, áfangunum náð, til hamingju með það. Það er virkilega gaman að sjá svona glæsilegan hóp útskriftarnema sem hér hafa brautskráðst úr mjög mismunandi greinum og mismunandi skólum. En allir þessir ólíku skólar eiga það sameiginlegt að vera undir hatti Tækniskólans. Brautskráning sem áfangi á langri leið er mikilsverð og á að skipta máli. Námið hefur verið ferðalag. Ég er sannfærður að þó að útskrift hafi í byrjun virst óralangt framundan, þá líður ykkur nú þannig að augnablik virðist frá því námið hófst. Þið eruð að yfirgefa það skólastig sem mótar einstaklingin meira en öll hin skólastigin. Þessu skólastigi er lokið, framundan eru ný viðfangsefni sem innifela annaðhvort frekara nám eða virka þátttöku í atvinnulífinu. Nám er oft skilgreint sem skemmtilegasti tími ævinnar, tími þar sem menn nema þann grunn sem oftast verður að ævistarfi, tími sem menn mótast hvað mest og verða fyrir áhrifum sem munu fylgja þeim og marka sporin til framtíðar. Er þá nám ykkar lokið? Þessari spurningu hafa margir leitast við að svara en komist að raunum að námið er rétt að hefjast. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, hefur vissulega þróast á liðnum 9 árum frá því hann var til í núverandi mynd. Sú þróun verður að halda áfram. Tækniskólinn á að vera í fremstu röð starfsnámsskóla hvað varðar skólaþróun, uppbrot starfsnáms og uppfærslu þess til nútímans. Tækniskólinn á að vera og þarf að vera í nánum tengslum við atvinnulífið og þjóna þörfum þess á hverjum tíma, án þess þó að fórna grunngildum menntunar. Taka þarf tillit til þess að nútíminn kallar til starfsmanna sem ekki bara færir fagmenn á sínu sviði, heldur eru almennt hæfir og færir að sinna hlutverki sínu í víðum skilningi innan síbreytilegra fyrirtækja í örri þróun. Starfsnámsmenntun þarf að opna þeim sem fagnámið nema tækifæri til frekari menntunar. Samstarf Tækniskólans við atvinnulífið á að vera í stöðugri þróun, bæði hvað varðar innihald og inntak náms í skóla og á vinnustað. Vinnustaðanámið er eitt brýnasta úrlausnarefni atvinnulífs og skóla þessar mundir og á Tækniskólinn að gegna hlutverki í að brjóta upp hefðir sem standa í vegi þróunar, sem getur leitt af sér styttra nám og betri nýtingu á tíma nemenda. Það er ekki hægt að unna því að nemandi sem lýkur námi í skóla ná ekki að klára sitt nám vegna hindrana sem hann þarf sjálfur að ryðja úr vegi og sjálfur að finna leið til að ljúka náminu. Berjast við oft erfiðar og oft óyfirstíganlegar hindranir.
Nemandi sem skráir sig í skóla á rétt á að ljúka námi sínu, námi að meðtöldu vinnustaðanámi, innritun í skóla á að tryggja þann rétt. Tækniskólinn og atvinnulífið eiga að hafa forgöngu í þessu samhengi og þróa starfsnám framtíðarinnar sem að fullu stenst samanburð við annað nám á sambærilegu skólastigi. Á þessum vetri hefur umræðan fagháskólastig í íslenska skólakerfinu verið haldið áfram með ákvörðun ráðherra að undirlagi aðila atvinnulífsins að vinna áfram að mótun fagháskólastigsins og til þess hefur verið veitt fjármagn. Umræðan snýst ekki að stofna fagháskóla eins og hefðbundna háskólastofnun væri að ræða, heldur nýta þá aðstöðu og þann búnað sem fyrir hendir í skólakerfinu til að sinna því námi sem þegar er á 4. stigi eða 4. þrepi eins og það er skilgreint nám sem komið er á háskólastig. Í tækniskólanum er nám á 4. þrepi eða fagháskólastigi búið að vera árabil og brýnt að það fái viðurkenningu. Hagsmunir nemenda verða verið í forgrunni en framkvæmdin skynsamleg og hagkvæm. Tækniskólinn horfir til fagháskólanáms og er tilbúinn í samstarfi háskólana. Tækniskólinn og atvinnulífið eiga að hafa forgöngu þróun starfsnáms framtíðarinnar sem að fullu stenst samanburð við annað nám. Það er gaman að sjá ímynd tækniskólans styrkjast og leið ímynd iðn- og starfsnáms í landinu. Tækniskólinn og samtök iðnaðarins í samstarfi við alla iðn- og verkmenntaskóla á landinu hrundu af stað átaki sem bar nafnið #kvennastarf. Algengt er að það sé talað hefðbundin kvennastörf í samfélaginu. Með #kvennastarf var ætlunin að brjóta niður úreltar hugmyndir kynjuð störf og vekja athygli og skapa umræðu. Gefin voru út myndbönd nám og störf kvenna í nokkrum faggreinum. Myndböndin segja sögu kvenkyns frumkvöðla í karllægum iðngreinum og sögur kvenna sem eru nemendur í dag eða vinna við greinina. Sérstök vefsíða kvennastarf.is var sett í loftið og þar má finna gagnlegar upplýsingar málefnið og skemmtilega nálgun í gegnum samfélagsmiðla. Á vefsíðinu eru til dæmis tölfræði upplýsingar sem að sýna óútskýranlegan kynjahalla í nokkrum starfsgreinum. Allir, bæði fólk í verk- og iðngreinum og í öðrum starfsstéttum voru hvattir til að taka þátt og virkja #kvennastarf með því að setja mynd úr námi og starfi eða öðru sem tengdist átakinu inn á samfélagsmiðla á borð við Twitter, Instagram og Facebook. Ekkert starf er ekki kvennastarf. Konur geta starfað við það sem þeim sýnist og það sama gildir karlmenn. #kvennastarf vakti mikla athygli og ekki annað hægt að segja en átakið hefði gengið vel. Skólinn er virkur í samfélaginu og tekur þátt í alls konar viðburðum sem að ég ætla að nefna nokkur dæmi Tækniskólinn var á UT-messunni í Hörpu, lokaverkefni úr Margmiðlunarskólanum var tilnefnt til edduverðlauna, skólinn sigraði í forritunarkeppni framhaldsskólana, skólinn stendur fyrir forritunarkeppni grunnskólana, Hönnunar- og nýsköpunarbraut var á vörumessunni og hlaut önnur verðlaun, Tækniskólinn var á Hönnunarmars, Skrúfudagurinn er árviss viðburður í skipstjórnar- og véltækniskólanum, skólar Tækniskólans unnu fjölda verðlauna á verkiðin Íslandsmóti verk- og iðngreina. Alþjóðlegt samstarf hefur í síauknum mæli hastað sér völl hjá skólanum. Nemendur og kennarar taka þátt í fjölmörgum alþjóðlegum verkefnum á hverju skólaári og við fáum heimsóknir sambærilegra hópa erlendis frá. Fyrir skömmu tóku nemendur skólans ásamt kennara sínum þátt í keppni í smíði og flugi flígilda í Hollandi. Í byrjun júní fer hópur nemenda ásamt kennurum til Washington til að keppa á Ólympíuleikunum í róbótasmíði. Alþjóðlegt samstarf og nemendaskipti verða stærri þáttur í starfi skólans til framtíðar. Framfarasjóður Samtaka iðnaðarins veitti nýverið 5 milljóna króna styrk sem fer til verkefnis þróun rafrænna ferilbóka sem unnið verður í Tækniskólanum í samstarfi við aðra framhaldsskóla, fræðsluskrifstofu Rafiðnaðarins, Menntamálastofnun og Advania. Fyrir okkur öll skiptir máli að vera opin fyrir nýjungum og taka þátt í þeim hræringum sem að er í umhverfinu. Hafið þið, kæru nemendur, náð þeim markmiðum sem eftir var sótt? Þessari spurningur verður hvert ykkar að svara fyrir sig. Þið hafið tileinkað ykkur fræðin, lært handverkið og fengið þjálfun
í að beita hvoru tveggja í samhengi. En þegar á hólminn verður komið og þið hefið vinnu í ykkar fagi, komist þið fljótt að því að framundan er áframhaldandi lærdómur, aðlögun að starfsháttum og venjum, aðlögun að samstarfsfélögum, þróun verkfærni, þroskun huga og handar. Fræðslan er í nútímanum mikilvæg, ekki má gera lítið úr tilgangi hennar og mikilvægi. Við þurfum fræðslu til að tengja orð við hugsun og við athafnir. Tengja það sem við gerum í skólanum við skilning okkar og verklag. Við vonum að námið í Tækniskólanum gagnist til þeirra verka sem framundan eru, vonum að menntun ykkar sé haldgóð og traust, vonum að framundan eigið bjarta framtíð með það veganesti sem ykkur hefur verið fært. Kæru útskriftarnemar, mikilsvert er að tileinka sér þá framtíðarsýn að virðing sé borin fyrir því sem á vegi okkar verður og að þekking og reynsla fæst á göngunni framundan. Ég vil þakka samstarfsmönnum mínum við skólann vel unnin störf. Ég vil taka undir sérstakar þakkir til þeirra sem láta störfum vegna aldurs og hafa þjónað skólanum árabil. Þakka þeim aftur vel unnin störf fyrir skólan á liðnum árum og óska þeim velfarnaðar í því sem að þeirra bíður. Starfsfólk skólans hefur gengið að sínum verkum æðrulaust, verið lausnamiðað, jákvætt og horft til framtíðar. Ykkur kæru nemendur, óska ég alls hins besta í því sem framundan er og vona þið hafi kjark og áræði í bland við gagnlega menntun til að ganga nú út og takast á við lífið. Ég segi skólastarfi Tækniskólans og vorönn 2017 lokið.